Norðlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi. Sex nýjar söguvörður hafa verið settar upp á Oddeyri á Akureyri. Söguvörður má finna víða bæinn en þær fyrstu voru settar upp í innbænum árið 2012. Þetta verkefni sem raunverulega byrjaði á 2012 þegar Akureyrarbær átti 150 ára kaupstaðarafmæli. Þá kviknaði raunverulega hugmynd sem í sjálfu sér ekki ný, en þá einhvern veginn varð hún að veruleika. Að það var að merkja bæinn, koma sögun á framfæri, þannig að hún væri svolítið sýnileg líka við hvert fótspor. Og það var stofnaður verkefnahópur, verkefnisstjórn sem þannig að verkefni varð samstarfsverkefni og samstarfsverkefni Akureyrarbæjar og Minjasafnsins á Akureyri. Svo fórum við af stað í þannig að skoða hvar við ætlum að merkja og hversu mikið, og við áfangaskiptum þessu verkefni í nokkra áfanga. Og það verður líka að segjast eins og að Norðurorka hefur komið þessu verkefni frá upphafi. Norðurorka raunverulega fjárhagslegu bakhjarl verkefnisins og þetta gjöf raunverulega Norðurorku til bæjarbúa. Það eru þessi söguvörður. Og nafni söguvarða raunverulega svolítið tilkomið. Þetta svona vísun í þessar sem allir kannast nú við, hennar hefðbundnu vörður sem vörðuðu leiðir áður og voru vegvísar. Að þarna erum við raunverulega að nota þetta sama vörðuheit og bætum við sögu á undan, þannig að það hugmyndir sig og þú getur gengið það leiðir þig áfram á milli staða og þú getur fengið þannig mól úr sögu bæjarins og gamla ljósmyndir og fræðst í leiðinni. Og eins og ég segi, þetta nokkra áfangar. Fyrsti áfangin var 2012 á afmælisárinu, þá merktum við gömlu Akureyri, gömlu kaupstaðarlóðina í nýjum bæ. Og 2015 bættum við og tókum frá miðbæ, Ráðhústorgi og inn að Barðsnefi. Þannig að þar eru við Kaupmánstorg og svo Barðsnef. Og svo núna vorum við að vígja áfanga 3, sem eru 6 söguvörður á Oddeyrinni, sem náttúrulega tengjast í að Oddeyrin annar elsti bæjarhluti Akureyrar og okkur langaði til þess að halda áfram með þetta Vonandi getum við klárað, við gerum okkur vonur að vera með einn áfanga í viðbót sem að taka fjöruna á Akureyri og þar með erum við búin að tengja saman elstu bæjarhlutana. Lengi vel var varla hægt að búa á Oddeyri vegna glerárinnar sem þó hefur með framburði sínum skapað eyrina. En hver saga þessa bæjarhluta? Kannski stuttumáli má segja það að sagan einkennist svolítið mikið af einu félagi sem var Gránufélagið. Lengi vel var Oddeyrin ekkert, það var eiginlega engin búseta hérna. Þetta var fyrst og fremst bara beitihagar og samkomustaður, þingstaður á öldum áður, en var ekki búið hérna. Þannig að það raunverulega ekki fyrir en 1857 sem fyrst haft búseta hér á Oddeyri. Þá var Oddeyri ekki hluti af Akureyri. Þannig að það var verið á þeim tíma var verið fram á menn að velta fyrir sér og stjórnendur í Kaupmannahöfn að það þyrfti að fara að stækka kaupstaðina því hann var orðinn svolítið landþrengsliðar og þá var farið að horfa svolítið hingað út á Oddeyrina. En mörgum fannst þetta nú ekki vera, þetta var allt og langt á milli bæjarhlutana og erfiða samgöngur á milli og svona, en enga síður, það 1866, þá verður þetta hluti af bæjarlandi Akureyrar. Og þá eins og ég segi eru bara 2 hús hérna. Og þannig var það í upphafi. Þangað til að kemur hér félag sem eitt af fyrstu akureyrsku og innlendu verslunarfélögin sem voru íslensk. Og það var Gránufélagið. Þeir koma hér, setja niður höfuðstöðvar sína hérna og stofna þarna félag 1869, kaupa Oddeyrina, mestan hluta af landinu þar. Og þeir flytja starfsemi sína og þá fer að verða hérna atvinnumöguleikar og í kjölfarið eru þeir að úthluta lóðum til einstaklinga og þá fer þessi bæjarhluta byggjast upp. Þannig að Gránufélagið má segja það fyrirtæki sem kemur Oddeyrinni af stað sögulega séð. En eru ýmis heiti sem minna á þessa sögu Oddeyrarinnar, til dæmis Gránufélagsgata og Gránufélagshúsið eða húsin? Jú, þetta í rauninni 3 hús. Þetta rauninni það sem hérna næst okkur, vinstra megin. Það elsti hlutin sem var fluttur hingað frá Vestdalseyri
Og síðan austasti hlutinn, sem sagt hægra megin, lengst til hægri, það öllu líkindum hluti af því húsi var timburhús sem var flutninga frá Skjaldarvík og byggt við það. Og svo byggður miðjuhlutinn, stóra húsið í miðjunni sem tengir hinn tvö saman. Þannig að þegar við tölum Gránufélagshús, þá það alveg Gránufélagshúsin, 3. Já. Þegar var lagt upp þetta verkefni að fara í Eyrina, þá var svona verið að reyna að skilgreina hvaða þættir við vildum draga fram í sögu Oddeyrar. Og það náttúrulega Gránufélagið, það stóru þáttunum, og svo við með svona megin þætti eins og þetta var bakarishornin við Hríseyjargötu og Strandgötu. Við erum að tala hótelbyggingarnar sem voru Hótel Akureyri, sem var gríðarlega fallegt hús, og eitt af flaggskipum Akureyrar sem stóð á horninu á Grundargötu. Og svo Norðurgatan náttúrulega elsta þvergatan úr Strandgötunni og Lundagatan sem náttúrulega út af Lundi sem var eitt fyrsta húsið sem var byggt á Oddeyrinni. Þannig að við erum svona að reyna að draga fram þessa þætti í sögu Oddeyrar með því að merkja þessar hliðargötur. Söguvörðurnar umfangsmikið verkefni sem margir aðilar koma að. En hvers vegna var ráðist í þetta verkefni? Okkur finnst það náttúrulega bara bæði fyrir bæjarbúa og heimamenn að bara geta gengið bæinn sinn og fengið svona sögumóla. Það þarf enginn að lesa allt. Það hægt að lesa myndatexta, stoppa við og svona vekja fólk til umhugsunar söguna í sínu nánasta umhverfi. Sumt af þessum húsum gömlu standa ennþá, önnur eru horfin og þetta svona, svo þetta líka fyrir gestin okkar að fræðast bæinn og sögu bæjarins. Þannig að það svona má segja að hlutverki sé tvíþætt. En fyrst og fremst þetta bara svona vekja athygli. Norðlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi.